þá ég eini frambjóðandinn sem hef aldrei verið í pólitísku starfi og kem kannski með ákveðna fjarlægð hvað það varðar. Hvar sérðu Ísland fyrir þetta 20 ár? Bara ef þú horfir á háskólasamfélagi heilt yfir í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvort þú fylgdist með hvað að gerast núna. Columbia, Yale. Það eru krefjandi tímar. Af hverju eru hægri menn pirraðir út í þig fyrir það að hafa ekki staðið þig nægilega vel í því að auka orkuöflun? Það er einmitt með virðingu fyrir alþjóðalögum sem að okkar tilvist byggir á. Ertu stoltur Íslendingur? Forseti er yfir Dægurþrashafinn og þarf að hafa ákveðin fjarlægð á þessi mál. Hvað finnst þér það að fara úr forsætisráðherra yfir í það að ætla að vera forseti? Íslenskan er eitt af þessum lykil þáttum þegar við horfum á samstöðu og það að ná að gera okkur enn sterkari fyrir framtíðina. Það skiptir máli fyrir okkur að vera alltaf við innleiðingu á löggjöf, að horfa á hvað svigrúm og fullnýta svigrúm til þess að við séum að vinna málinn í takt við okkar hagsmuni. Halla Rönd Lóadóttir, hvað segirðu gott? Allt ljómandi. Er það ekki? Jú. Glæsilegt. Þú ætlar í forsetann? Já. Af hverju? Mig langar til að gera gagn og hjálpa til við að lyfta upp tækifærum allt land og líka að magna þau erlendis. Það nú af nægu að taka þegar kemur að tækifærum á Íslandi. Þannig að það er eitt af stóru verkefnunum framöndan. En síðan auðvitað forsetaembætti líka sameinandi afl. Við getum gert svo margt og sagan okkar í raun og veru saga samstöðu og þáttöku. Og það kannski það sem spennandi ef við horfum á Íslandssöguna, að þá höfum við náð alltaf mesta árangrunum þegar við erum að taka þátt og byggja upp hluti saman. Og ég held að það sé það sem við þurfum að halda fyrir framtíðina. Þú ert hástökkarinn í þessu. Þér gengur vel. Þetta er mikið frjáls íþróttamót, svo að segja. Já, og þú ert í hástökkinu. Af hverju ert þú betri kostur heldur en Katrín, Baldur og Jón Gnarr, sem eru svona aðalnúmerin núna? Samlega þér? Auðvitað koma allir inn með sinn karakter, allir koma inn með ákveðna sýn fyrir þetta embætti. Ég að tala fyrir þessum gildum sem ég held að skipti miklu máli þegar við erum að horfa á framtíðina, sem að við vitum að verður full af nýrri tækni, við þurfum að vera í sókn í nýsköpun, listsköpun og passa upp á auðlindirnar okkar og þar hef ég sterka reynslu og þekkingu. Ég held líka að það sé mikilvægt að þetta embætti sé ekki flokkspólitískt og að þú nefnir þessi nöfn að þá ég eini frambjóðandinn sem hef aldrei verið í pólitísku starfi og kem kannski með ákveðna fjarlægð hvað það varðar og það getur reynt á þarna. Það skiptir máli að geta unnið með ólíkum sjónarmiðum og það getur líka skipt máli að passa upp á það að halda ákveðni fjarlægð. Forseti má aldrei verða leiði tamur með ákveðnum stjórnmálaöflum eða öðrum hagsmunum. Hann þarf að vinna fyrir samfélagi, vinna fyrir þjóðina og svo að þessum frambjóðendum sem þú nefnir að þá hef ég líka langa reynslu á því að vinna og starfa erlendis, var í samtals áratug í Bandaríkjunum, annars vegar tvisvar og svo í Evrópu og aðeins í Vestur-Afríku. Og það kannski líka reynsla sem að mun nýtast þegar kemur á því að efla tækifæri Íslands á alþjóðavettvangi og byggja brýr á milli tækifæra hérna heima og erlendis. Þannig að þetta kannski svona stutta útgáfan af því þú spyrir sko hvað aðgreinir. Já, þó við séum auðvitað í þessu. Þau eru öll þarna líka sko. Ég velti með Jón Gnarr, hann hefur ekki verið viðlum með pólitík, hann talaði líka það, hann ætlaði að vera svona í spurning hvort hann ætlaði að vera svona eins og Svanhildur Hólm, svona sendiherra sem að væri með svona, hvað ég var að segja, ekki aggressífa heldur svona framsýna stefnu í því að auka tækifæri alþjóðavísu. Til og með eins og Jón Gnarr, hvað hann myndi segja, hann myndi tekja öll þessi bóks. En þú ert með eitthvað meira að gera ráð fyrir. Ég kannski aftur þessi frambjóðandi sem nefnir hafa allir verið í borgarpólitík eða í landspólitík, þannig að það vissulega. Já, hann var náttúrulega í besta flokknum sem er samt kannski endilega flokkur í dag sko. Já, það samt pólitískt þáttaka. Þannig að það vissulega aðgreindi þáttur.
og kannski finnst mér ákaflega mikilvægt núna þegar að mun alltaf reyna meira og meira á samfélagið okkar. Við þurfum að passa upp á það að vera að draga saman bæði kynslóður, við þurfum að draga saman landsbyggð og höfuðborgarsvæði. Við erum að vinna fyrir allt Ísland þegar kemur að því að vinna hagsmunum okkar og það skiptir líka máli að þú horfir á það að við erum orðin fjölbreyttra samfélag að ná utanum þá fjölbreytni og ólíku strengi og tvinna þetta saman í góða framtíðarmúsík, ef svo má segja. Hvar sérðu Ísland fyrir þetta 20 ár? En hérna auðvelt. Já. Veistu að Ísland hefur svo ótrúlega dýrmætt spil á hendi. Það er nánast hvar við lítum og ég get sagt þér að maður horfir kannski öðruvísi á þessi mál þegar maður fær fjarlægð á þau. Það var kannski þannig fyrir mér að þegar ég var að horfa heim frá Bandaríkjunum og var að horfa á þetta samfélag sem við eigum, samfélag þar sem við fáum öll að taka þátt í eða langflest í íþróttastarfi og tónlistastarfi og höfum aðgengi að heilsugæslu og menntun og öðru. Hvaða fjölbreytta og skemmtilega samfélag það hefur skapað okkur á meðan að til dæmis ef ég horfa á Bandaríkin að það hefur orðið mikil stéttaskipting. Þannig að ríkidæmi Íslands er meðal annars í þessari sterku sameiginlegu menningu sem við eigum og að því þú spurðum hvar Ísland verði eftir 20 ár, það eru fá ríki, ef einhver, sem að eiga jafnmörg tækifæri í auðlindamálum, bæði í sjávarútvegi, í orkumálunum, tækifæri líka þegar kemur að auðlindum eins og vatni og öðru. Við erum með einstaklega mikilvæg spil á hendi þar sem við þurfum að ávaksta vel fyrir framtíðina og síðan erum við líka í sókn, í hugviti. Ég var bara að hugsa það hverjum hefði grunað að Ísland er einhvers konar leikja iðnaður. Það er ekki sjálf gefið, en það var einmitt vegna þess að það voru aðilar sem höfðu framtíðasýn og voru að sá fræjum sem að spruttu síðan upp og urðu þessi gróska eftir ákveðin tíma. Og ætla það sé ekki megin stefið sem við þurfum að setja fókus á, er að sá þessum fræjum. Passa upp á saman hvort það er í listsköpun eða hugviti eða hvort það er í auðlindamálunum. Við þurfum að sá góðum fræjum núna þannig að börnin, þín eða og þín. Já, akkurat, börnin okkar allra og afkomendur þeirra muni horfa á okkur og eldri kynslóðir og vera þakklátt fyrir það hvernig við ræktuðum garðinn, ef svo má segja. Hvernig sérðu fyrir þá að embætti forseta kemur til með að liðka fyrir aukna, fyrirtækjasköpun gerir það fyrir? Telur að þurfi aðkomu forseta í því að liðka hlutverk ríkisins, telur að það sé of mikið eða hvernig sér þetta fyrir? Ertu að tala um að móta tengsl, ertu að tala um að minni ríkisafskipti svo að fyrirtæki frá að blómstra? Hvað meinar þau? Í raun og veru er þetta embætti þýðingamikið að því leyti að það hefur sterkar rödd og getur sett ákveðið ljós á ólík tækifæri sem eru allt land og hjálpa til við að lyfta upp. Og ég hef verið í því að byggja upp alls konar verkefni, jafnréttisverkefni eins og Project Girls for Girls eða Stelpur styðja stelpur, þar sem við erum að horfa á að byggja eitthvað frá grunni og sama önnu verkefni sem ég hef komið að. Og ég sé það svo mikið núna þegar ég er að ferðast landið er að það eru svo mörg svona verkefni sem eru að vaksa og maður veit að þessi hlutir gerast ekki að sjálfu sér. Fólk er að leggja gríðarlega mikla vinnu á sig við að byggja upp saman hvort það eru fyrirtæki eða samfélagsverkefni eða aðrir þættir í samfélaginu okkar. Og hlutverk forseta getur verið að taka þátt í að vökva, hjálpa til við að hlutir stækki, bæði með því að tengja fólk saman innanlands, en líka að skapa tækifæri í erlendum tengslum. Og þar skiptir máli að þetta embætti hefur auðvitað gríðarlega mikið aðgengi í sjálfu sér og ef að það farið vel með það og það vandað
að þá getur það stutt við að hjálpa verkefnum að blómstra alþjóðlega og það eiginlega sama hvort að við erum að horfa á sko fyrirtæki eða listamenn eða annað. Í flestum tilfellum til þess að stækka þurfum við á Íslandi. Við erum svo háð því að stækka kökuna með því að vera í öflugum alþjóðasamskiptum líka. Og forsetinn getur hjálpa til við að styðja við að tækifærin blómstri í starra samhengi sömuleiðis. En þetta mikið þjónustu hlutverk. Þetta gengur út á það að þjóna samfélaginu. Sko, ég einhvern veginn á þeirri skoðun að orka sé undirstaða velmegunar og að við þurfum orku til þess að geta skapa fleiri tækifæri og fleira þvíumlíkt. Og mér finnst þetta svolítið, sko, skalinn svolítið fólk sem að notar orðið auðlindanýting og fólk sem notar orðið orkuöflun. Og mitt á milli þessar einhver svona fín lína sem við þurfum að finna. Og orkumálin hafa breyst stórkostlega. Það byrjað að nota þetta í geopólitískum í rauninni árásum aðra, sérstaklega það sem við sjáum í Úkraínu og Rússlandi. Hefur í raun og veru orkan hefur verið vopn í ýmsum styrjöldum ef maður bara horfir á söguna. Já, akkurat. Og við einhvern veginn höfum svolítið virt það að vettu í. Telurðu að forseti geti komið til með að bæta umgjörð orkuöflunar eins og við sjáum hann í dag, sérstaklega með þína sérþekkingu á þeim málum? Ég held nú í nýkomin að vestan, þar sem ég var að með fundi á Ísafirði, Flateyri, Súðavík, Þingeyri, Bolungarvík og Suðureyri. Ég held ég sé ekki að gleyma. Fórstu ekki að Patró? Ég fór ekki að, já það eftir, það svæði. Það í næstu ferð. Og það sem að ég held að ef maður horfir á innviði heilt yfir, það sem orkumálin eru auðvitað lykilmál, að þá alveg augljóst að það eru misjöfn tækifæri í sjálfu sér eftir landslutum. Og ég held að sé mjög mikilvægt þegar við erum að horfa á orkunýtingu að við séum að horfa á það í samhengi við þarfir samfélag. Að því að alveg eins og þú ert að lýsa að orkumál skipta svo miklu máli fyrir uppbyggingu, þau skipta máli fyrir orkuskipti og annað og þess vegna skiptir máli að ólík landsvæði sitji við sama borð. Í því samhengi forseti auðvitað sko hefur ekki völd til að breyta lögum og á ekki að hafa slík völd. Það Alþingi sem að vinnur að lagabreytingum og framkvæmd á pólitískum vettvangi. En ég held að forseti geti nýst við að lyfta upp áskorunum ólíkra sveitafélaga og bæja allt land þannig að við skiljum betur hverjar eru þarfirnar á ólíkum stöðum. Og að því úr að nefna orkumálin að þá ég líka sko þegar maður horfir á þessi auðlindamál í aðeins víðara samhengi að þá sér maður svo fljótt hvað matvæla framleiðsla sem að ég held að sé eitt af okkar stóru tækifærum. Loftslagsmálin að gera það verkum að það erfiðara að rækta á sumum landsvæðum í heiminum og líklega mun landbúnaður verða gríðarlega mikilvæg grein fyrir Ísland í framtíðinni eins og hún í dag, en ég held að verðmæti landbúnaðar eigi eftir að aukast mikið og sama með sjávarútveg. Og af hverju ég að tala um þetta í samhengi við orkumálin? Það vegna þess að þessi hlutir fara svo oft saman. Þú þarft aðgengi að orku til þess að geta stundað ólíka matvælaframleiðslu og svo kemur inn á aðra innviði sömuleiðis. Og kemur inn á vegakerfin og hafnir sem þurfa að vera í lagi. Þannig að þegar það verið að hugsa framtíð samfélag að þá í raun og veru svo mikilvægt að hugsa hvernig þessar stoðir fléttast saman. Og ég held að forseti geti hjálpa til við að lyfta upp hverjar eru áskoranirnar og kannski reynda að brúa bil því að ef maður upplifir það ekki sjálfur þá kannski alveg eðlilegt að maður sé ekki að hugsa þessar áskoranir. Þannig að með því að lyfta þeim upp að þá getum við líka dregið
ólík sjónarmið betur saman og hjálpa staði að byggja upp landið okkar því að það eru þetta þannig að framtíð barnanna okkar og þeim sem að eftir koma, hún allstaðar á Íslandi. Hún ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu sem við sitjum núna, hún allt land. Þannig að það eru sameiginlegir hagsmunir að horfa á það þannig. Já, ég alveg hjartanlega sammála þessu öllu og þú veist, það sem við náttúrulega þurfum samt að gera grein fyrir líka, ég meina unnin ábyrgður gríðarlega mikilvægur þegar það kemur að matvælaframleiðslu. Ég held að Afríka fái kringum 2% af unnum ábyrgði og hans farið mestur í Evrópu og víðar að það sem eru svona aðeins ríkara landsvæði. Unnin ábyrgður náttúrulega kemur á ammoníaki sem jarðefnaeldsneyti og við erum svona í svona ákveðinni togstreitu við það hversu mikið af matvælum við getum unnið og hversu mikið af jarðefnaeldsneyti við ætlum að nota í sambandi við loftslagsmarkmiðin. En sko, út af því að nú veit ég sko að það einhverjir hægri menn sem hafa verið svolítið pirraðar út í þig undanfarin ár og hafa verið að segja Hvammsvirkjun og Þeistareykji og allir þessi staðir sem hafa verið að sko þurfa á leyfisveitingum að halda. Allt hefur verið einhvern veginn kært og allt hefur verið rosalega letjandi. Suðurnesjalína 2 var ekki gerð og núna hefur það rosalega áhrif á stöðu Grindvíkinga. Sko, af hverju eru hægri menn pirraðar út í þig fyrir það að hafa ekki staðið þig nægilega vel í því að auka orkuöflun? Nú ertu að segja mig fréttir. Ok, hefur ekki heyrt af þessu? Hægri menn, sko... Já, ok, svona Gísli Freyr og Stefán Einar og þessi svona MBL. Já. Hefur ekki heyrt það? Ég upplifði bara, það eru fjölbreyttar skoðanir og ólíkum málaflokkum. Ok. En það sem að skiptir auðvitað máli þarna að það eru þeir rammar og löggjöf sem sett ólík skref í nýtingu auðlinda, það eru pólitískar ákvarðanir lög. Það eru lög sem eru sett, hvað það varðar. Síðan það framkvæmdin á lögum sem í ólíkum, eins og í orkumálunum, þá þetta rammaáætlun, þetta eru ólíkir leyfisveitingaferlar og ég held að því að orkumálin koma svona frekar seint inn í leyfisveitingaferli að þá sé oft mikil pressa sem að myndast þarna kannski á lokastigum sem að kannski líka útskýrir af hverju hitinn verður í umræðinni. Í þessum tilfellum, svo þetta nefna sem Hvammsvirkjun, að þá tók þetta langan tíma. Enda Orkustofnun frekar lítil stofnun og það hafa aldrei verið í raun og veru mikil ásókn í okkar auðlindir. Og hvað skiptir máli þegar við erum að reyna að afgreiða, þegar verið að reyna að afgreiða leyfi, það þarf að gera það vel líka af því að þú ert að útdeila auðlindum ótímabundið. Þannig að það skiptir máli að vinna þessa hluti vel og það skiptir líka máli af því að kæruferli eru svo mörg að ef að hlutir eru ekki vel unnir að þá eru oftar kærðir. Í ferli, nú svara ég hér sem orkumálastjóri leyfi en bara til upplýsinga, í ferli Hvammsvirkjunar sem að tók langan tíma, við erum fámannstofnun, það líka pólitískt viðfangsefni að styrkja stofnanir og annað. Að þá fór máli til umhverfisstofnunar af því að það var einn kæruliður sem að þurfti að útkljá hvort að vatnamál, þetta ný löggjöf frá Evrópusambandinu, hvort að vatnamálum væri fullnægt. Nú vona ég sé ekki að svæfa hlustundur í þessu viðtali. Mínir hlustundur hafa allavega gaman að þessu sko. Já, og undanfarið ár hefur það verið í farvegi hjá umhverfisstofnun og kemur síðan aftur yfir til Orkustofnunar núna. Þannig að það eins og í allri auðlindanýtingu. Það eru langir og strangir ferlar og vilji pólitík stytta þá eða breyta á einhverja vegu að þá það yfirleitt þannig að það þarf að breyta löggjöfinni sjálfri og þar hafa embættismenn ekki þau völd að fara í slíkar breytingar þó að við getum bent á hvar sé hægt að breyta og auka skilvirkni og annað og margt sem ólíka stofnanir ríkisins hafa verið að leggja fram hvað það varðar. En nú aftur, nú tala ég sem orkumálastjóri leyfi, en ég held að, sko, ef við bara tökum aðeins skrif tilbaka, hvað erum við að reyna að horfa á? Það verið að reyna að horfa á hvað varðar auðlindir Íslands. Ef við erum að reyna að horfa á alltaf að nýta þær með sjálfbærum hætti, þannig að þær séu að gagnast til langs tíma. Og fegurðin kannski svo að sama hvort maður að tala við, sko, sama við hvaða hópa, þú veist, nefna
hóp samfélagsins sem ég held að sé fjölbreyttur með alls konar skoðanir og ég held að samt það sem að sameinar alla að við erum rík auðlindaþjóð. Við viljum nýta þessar auðlindir með sjálfbærum hætti þannig að við getum hort tilbaka og verið alltaf stolt af niðurstöðunni og það mun verða áframhaldandi viðfangsefni samfélagsins, ekki síst stjórnmálana, að huga því hvernig við getum verið að nýta auðlindir og ég segi að það sem kannski stærsta tækifæri og það sem við þurfum að algjörlega hafa augan á boltanum, svo ég noti íþróttalingo sem ég veit að þú ert í íþróttaheiminum líka, að þegar kemur að því að passa upp á að við séum að hugsa þessa hluti í samhengi við þarfir samfélag. Þannig að við séum alltaf markvisst að horfa á hverjar eru þarfir og annað. Og það hluti af sögun okkar ef við horfum á hitaveituvæðinguna. Hitaveituvæðingin saga þess að nýta auðlindir fyrir samfélag. Þú varst að nefna Reykjanesið. Þar höfum við verið og ég tala ríkulega fyrir almannahagsmunum og sama með raforkukerfið. Það sér almannahagsmunir og uppbygging innviða þannig að þeir þjóni samfélaginu sem að ég held að sameini alla Íslendinga og séu sjálfu sér engar stórar deilurum. Nei, kannski ekki. En ég út af því að ég var að hlusta á viðtal við 2022, það lítur að hafa verið fyrir 23. febrúar út af því að þið nefnduð ekkert stríð í Úkraínu. En út af því að við erum með stríð í Úkraínu, við erum með stríð fyrir botni Miðjarðarhafs sem að þýðir það að það geti sett orkuöflun heimsins í mikið uppþótt. Og þá var mikið talað við getum ekki verið að anna allri eftirspurn út af eftirspurnin endalaus, við getum ekki verið einhvern veginn að hlaupa bara upp handa og fóta út af því að það einhverjir sem að vilja orku. En mér finnst einhvern veginn svona eins og við séum að þessi breyttum heimi, núna þegar við erum með Suðurnesin svolítið ólestri. Við erum með mögulega olíukrísi með Austurlöndum ef allt fer í háa loft. Við erum með stríð í Úkraínu þar sem að gasleiðslur eru orðnar bókstaflega aðföng til stríðsreksturs. Erum við ekki samt sammála það, menna ef að þú til dæmis kemst í forsetaembættið að við þurfum að horfa á svona heildarmyndin að hagsmunir Íslands gætu verið einmitt í því að liðka fyrir aukinni orkuöflun og kannski horfa eins frá því að við getum einmitt verið eins og hægri mennin, ég tala við Hörð Arnarsson og hann sagði bara við erum komin í mjög vonda stöðu og það er svona velti ég fyrir mér út af því að ég held að þitt sterka svona einkenni í þessum forseta í þessu forseta kapphlaupi gæti verið það að þú hefur sérþekkingu orkunotkun og það orka var ekkert sérstaklega vinsælt umræðefni en það orðið rosalega vinsælt umræðefni út af því að núna erum við með loftslagsmálin eins og Gulli segir og sagði hjá mér að það væri orðið bara aðalmáli í loftslagsmarkmiðunum. Við erum ekki að fara að vera kolefnislaus hlutlaus árið 2040. Hann viðurkenndi að það bara einhver legasaga. Út af því að eins og segi, þú ert með mjög sterkt enginn, þú ert með sérþekkingu á þessu. Gæti forseti verið einhvers konar svona burðarafl í því einmitt að koma þessu svolítið á dagskrá að orkan sé ekki bara það sem undirstöður allra velmeðunar, heldur eitthvað sem við þurfum líka að standa vörðum og auka til þess að við séum sjálf okkur næg að eins miklu leita við gætum. Ég held að því þú ert að tala orkuskiptin, að þá það hárrétt að því meira sem við skiptum út af olíu þegar kemur orkuskiptunum, saman hvort að það í bílum eða fiskiskipaflotanum og svo að endingu í flugi, að því minna verður við háð, eins og lýsir, þar kemur geopólitíkin inn, því minna verður við háð öðrum þegar kemur að olíunotkun þegar kemur að innflutningi og eitt af þeim almannahagsmunamálum sem að ég tala mikið fyrir í starfi mínu sem orkumálastjóri það að til dæmis að eins og staðan núna að þá engar eldsneytisbirgðir sem eru skyldugar í landinu eins og víðast hvar annars staðar og ef við sáum svo vel á Reykjanesinu þar sem að hitaveitan eða heita vatnið fór út að í svoleiðis aðstæðum getur olíunotkun þurft að aukast tímabundið mikið og það tekur bæði tíma að safna birgðum en það líka alveg rétt hjá þér að þegar heimurinn verður óstöðari
í samhengi við olíuinnflutning og flutning á gasi og annað, að þá geta í raun og veru tímalínur breyst og aðgengi breyst töluvert hratt. Og þar að leiðandi þetta mikilvægt mál að halda áfram að skipta út, að fara í orkuskiptin. Það er alveg rétt að það er út frá geopólitík eitthvað sem er mikilvægt fyrir Ísland. Og mér langar til að setja þetta bara aðeins að þú veist að nefna átökin í Úkraínu. Ástæðan fyrir því að við fundum minna fyrir orkukrísinu, við fundum fyrir því aukinni eftirspurn, en ástæðan fyrir við fundum minna fyrir því hvað var það verð hjá okkur, var að því við vorum búin að klára hitaveituvæðinguna og líka að umgjörðin í hitaveituvæðingu er mjög samfélagsdrifin, hvað varðar þjónustu við íbúa, þeir eru í forgangi í gegnum sveitarfélögin. Og það er eitt af því sem að skiptir líka máli með aukinni eftirspurn eftir raforku er að passa upp á að almenningur og almannahagsmunir séu tryggðir af því að við erum eyja og það er ekki þannig að við stingum okkur í samband annað. Þannig að til að gera langa sögu stutta að þá er þetta mikilvæg heildarmynd sem að hægt er sem ég hef lagt mig fram með að útskýra og kem til með þessu embætti, enda eru orkumál og nýsköpun á því sviði og loftslagsmál. Þetta er lykilmál fyrir allan heiminn núna og við verðum að geta talað alvöru inn í þá málaflokka erlendis og fært þekkingu heim sömuleiðis. Ég held líka að það séu sóknarfæri í nýsköpuninni og það er gaman að segja frá því að orkugeirin hefur kannski hefðbundi verið kallaður geiri, að ef maður horfir á gróskuna sem á sér stað núna, að þú varst að nefna áburðin áðan, fyrirtæki eins og Atmonia, maður sér að það eru líka að koma enn fleiri nýsköpunarfyrirtæki sem eru með grænni útgáfur af áburði og það eru líka að koma meiri fjölbreytni í geiran á alla vegu. Þannig að það er eitthvað sem er spennandi að fylgjast með og kemur til með líka að styrkja stöð okkar. Og svo verð ég að nýta við þessa langklukku hér að auðvitað er líka mikilvægt fyrir forseta að geta tala fyrir hagsmunum og þekkingu Íslendinga út af við. Og hver er lykil þekking Íslendinga út af við þegar kemur að þessu málaflokki? Jú, það er í jarðhitanum. Og orkukrísan í Evrópu hefur gjörbreytt eftirspurn eftir þekkingu á sviði jarðhita. Í fyrsta skipti er Evrópusambandið núna að horfa á sérstaka stefnu sem að felur í sér að skoða jarðhitann. Við erum að sjá í Kína hafa verið byggðar upp hitaveitur í yfir 70 borgum. Ég var í Japan ekki alls fyrir löngu þar sem að í samhengi við kjarnorkuvá og annað þeir verið að horfa á jarðhitann og þetta er dæmi svið þar sem að við höfum alla burði til þess að halda áfram að vera leiðandi þjóð og leggja okkar að mörkum leið til grænna samfélags víða veröld. Og það er líka í svoleiðis málum þar sem að forsetning getur tala fyrir hagsmunum landsins og þar með hagsmunum grósku mikils nýsköpunar umhverfis sömuleiðis. Nó morgunum, þetta er mjög skemmtilegt. Hérna aðeins heimspeki. Aðeins heimspeki, já. Ertu stoltur Íslendingur? Já, ég er það. Já. Ég er svo heppin að ég ólst upp í Árbænum en var svo lánsum að vera mikið austur á síðu á bæ sem heitir Hörgslandskot og þar í raun og veru segi stundum að ég ætla nú ekki að segja að ég hafi lært alveg allt sem ég kann en mjög mikið að það var allan að góður grunnur á framtíðinni og þar til dæmis bara lærði maður svo mikið að elska landið. Þú ert einhvern veginn að vinna nálægt náttúrunni, nálægt auðlindum sem að eru svo áþreifanlegar þegar þú ert í landbúnaði og auðvitað í sjávarútvegi líka en það var minn bakgrunnur og þú ert svo nálægt menningun okkar og
og sögu að svo mörgu leyti. Og sagan til dæmis þarna auðvitað saga líka alvarlegra náttúruhamfara eins og móðurharðindana og siglu þjóðarinnar sem hefur einhvern veginn risið upp eftir hvert áfallið á fætur öðru. Þannig að ég myndi segja að kannski ástminn á landinu og menningunni sé mikið til komin úr þessu umhverfi. Og að því að við vorum nú að tala um matvælaframleiðslu áðan, að þá finnst mér til dæmis mikilvægt að hafa nokkrar kindur á Bessastöðum og hafa hesta sömuleiðis, að því að þetta er hluti af okkar menningu. Við erum að flytja út landbúnaðarafurðir og í þessum matvæla iðnaði sem er núna að þróast út í þörungarækt. Ég var að heimsækja Örnu fyrir í Bolungarvík, þar sem að þeir eru farnir að búa til skyr úr höfrum. Þannig að mér finnst við þurfum að tala af stolti það sem að vel er gert, hjálpa til við að lyfta þeim verkefnum upp, en líka að vera stöðugt að sækja þekkingu inn í samfélagið okkar, því að það er með samskiptum og samvinnu og öflugri þekkingu sem að við munum verða þessi grósku mikla þjóð, já ekki bara til 20 ár, heldur 50 og inn í framtíðina. Hvernig finnst þér að við ættum að efla tungumálið? Þannig að núna erum við ungi krakkar mikið á samfélagsmiðlum. Maður er að heyra unga krakkar eiga samskipti sem eru í íslenski krakkar, eiga samskipti á ensku, mikið svona TikTok-væðing. Samfélagsmiðlar eru að mínum að steikja hausinn á krökkunum, elsku börnunum sem við erum einhvern veginn að gera voða lítið í. Hvernig finnst þér að forseti geti varið tungumálið? Frábær spurning. Kannski ef ég byrja ég deili þessum svona hugsunum sem þú ert að draga framvarandi í raun og veru samfélagsmiðlanotkun að því leyti að ég held að skapandi hugsun er líka mikilvæg og svona ákveðin símafrí eru líka mikilvæg. Og það er svona... Já, þú varst með hérna símaklefi. Já, ég hef nátt að koma með eintak fyrir þig. Ef þú ert að hugsa á þessum nótum, því að það var minningur útilegu fyrir norðan. Þar sem að hópur af börnum í raun og veru er að leika saman, en síðan komum við og finnum hann inn í fortjaldi á tjaldi, þar sem að allir krakkarnir sitja saman, kannski svona krakkar á aldrinum 9 til 14 ára, sitja saman í stórum hring, en enginn er að tala saman. Allir sitja bara og er í sínu horni í sínum síma. Algjörlega galið. Það er í raun og veru algjörlega galið og það var uppsprettan að þessu verkefni sem við unnum með Barnaheill, sem að hún Arna sem er nú með mér í fleiri verkefnum, eða hefur verið með mér í alls konar svona samfélagsverkefnum, gerðum sem er þessi símaklefi til að geta lagt síman frá sér. Ekkert alltaf, við elskum öll símtækið, en bara til þess að það sé svona ákveði rými fyrir skapandi hugsun og hvíld og annað sem að er svo mikilvægt, ekki bara fyrir börn, kannski ekki síst líka fyrir okkur fullorðna fólki. En allavega, þannig að það er það, en þú spurður vernd tungumálsins. Þannig ég ætla nú að íslenskan er eitt af þessum lykil þáttum þegar við horfum á samstöðu og það að ná að gera okkur enn sterkari fyrir framtíðina. Það að eiga sameiginlegt tungumál er ótrúlegur verðmæti og ég held að skipti gríðarlega miklu máli að hlú vel að íslenskunni til þess að styrkja samfélagið okkar til framtíðar. Og það er meiri og meiri áskorun, ekki bara út af samfélagsmiðlun, heldur líka bara að vera með fjölbreyttara samfélag og annað. En ég held að það skipti máli að horfa á íslenskuna í samhengi við tæknina. Almannarómur hefur til dæmis verið að gera góða hluti þar og ég held að skipti... Hvað er það? Almannarómur er í raun og veru að horfa á svona máltækni, að koma íslenskunni fyrir, til dæmis að horfur á gervigreind, að passa upp á það að það sé verið að taka tungumálið okkar inn í slíka tækni. Og ég held að það, ef þú hugsar núna þegar allir verða komnir með aðstofamann sem er einhver tilbúin persóna í gervigreind, að þá þarf viðkomandi
þurfa allir að geta talað við þá mannesku á tungumálinu ef það á að viðhaldast. Þannig að það eru svona þættir sem að skipta svo miklu máli að samþætta tungumálið inn í tæknina og líka það að við séum að hjálpa fólki sem að koma til landsins, skapa ríka hvata til þess að fólk læri tungumálið. Því að það er líka svo mikill lykill af samfélaginu okkar og það er aldrei góð sviti að það verði einangraðir hópar í samfélagum. Og ég segi við að ef ég hugsa nú dvöl í Frakklandi eða búsett í Brussel, það er bara hluti af því að kynnast nýju samfélagi að læra tungumálið. Og það er bara allt í lagi að vera ekki fullkomin í tungumálinu, en það er bara það við þurfum kannski að efla menninguna í því að þessi virði að reyna og hjálpa stað. Hérna, sko, þá nefndir að það væru svona pólitísk, að þú var ekki með nefn pólitísk tengst. Já. Ég var eiginlega búin að gleyma, náttúrulega Jón Gnarr var náttúrulega í besta flokknum, ég einhvern veginn horfði á það eitthvað svona sem ekki mjög pólitískt afl, en allavega er alveg hárrétt hjá þér, þú ert eiginlega eina sem er ekki viðlunum pólitík. Jón Gnarr kom svolítið í hámæli yfir því að ræða hérna embætti skipti Katrínar Jakobsdóttur. Hvað veist ég það? Að fara úr forsætisráðherra yfir í það að ætla að vera forseti með við svona þær forsendur sem að vera með í dag. Hún nefnilega komið 2 daga, sko, ég veit ekki alveg, ég ætla að fá þig til að hjálpa mér að lista þessu upp, sko, hvort að þetta sé skrítið eða ekki. Hvað veist þér? Þetta sé gagnlegt í svona samanburði kannski að horfa á önnur ríki og horfa það út frá þeim samanburði. Það hefur þetta sé svona ákveðna þróun í þessa veru til dæmis í Bandaríkjunum. En það sem ég held fyrir þetta embætti að þá eru ólíkir aðilar að koma inn með ólíkan menntun sín og annað. Já. Og mér finnst heiðarlegast að tala þá sín sem að ég hef fyrir Ísland, hvaðan ég kem og hvernig ég hef hugsað mér að þjóna okkar samfélagi. Og það er eins og ég hef lýst, mér finnst mikilvægt að þetta embætti, að því að ég finn þá að við vorum að tala orkumálin áðan, það eru gríðarlega miklir hagsmunir, það eru ólíkir hagsmunir og það kemur til með að reyna á það. Og það kemur til með að reyna á að forseti geti tekið óvinsalar ákvarðanir, forseti taki ákvarðanir þar sem að tengsl manna á milli eða pólitískar skoðanir séu ekki lykilbreytur. Og í þeim samhengjum held ég að sé mikilvægt að hafa ákveðna fjarlægð, þó að sjálfsögðu verði forseti að skilja stjórnmál. Viðkomandi verður að skilja stjórnskipan landsins og þar nýtist auðvitað reynsla mín sem orkumálastjóri þar sem að þú ert að vinna mikið þvert á ólíka hagsmuni og mikil pólitík í sjálfu sér og ólíkir hagsmunir sem að takast á í þeim málaflokki og einnig sterk reynsla af stjórnskipan sem að ég hef líka úr námi hér heima á erlendis. Þannig að það að hafa sterka þekkingu á umgjörðinni, skilning og læsi á pólitík er mikilvægt, en þessi fjarlægð held ég að geti skipt sköpum. Og Katrín er ekki með þessa fjarlægð? Það er annar að dæma það. Já, ég veit það. Já, hérna, það er alveg punktur, sko. Líka út af því að hún stígur náttúrulega inn í þessa, þú veist, að ráða og reka þessa ríkisstjórn, sko, sem að hún í rauninni myndaði. Það er svona svolítið sérstakt, sko. En hérna, málskotsrétturinn. Já. Hvernig ætlar að nota hann? Fyrir mér skiptir máli að horfa á hlutina þannig að við erum að kjósa þingmenn. Við erum að kjósa þingmenn og það er myndur ríkisstjórn og það er hinn pólitíski daglegi vettvangur í því að setja lög og annað. Og ég held að það sé mikilvægt aftur, við vorum að tala um þessa fjarlægð og forsetaembætti sem tækifæri til að sameina ólík sjónarmið, að þá held ég að sé mikilvægt að forseti sé ekki að dansa inn í þetta pólitíska landslag. Forseti er yfir dægurþrashafinn og þarf að hafa ákveðin fjarlægð á þessi mál.
Ég held þess vegna að málskotsrétturinn sé réttur sem að eigi að nýta eingöngu þegar það eru afar sérstakar aðstæður sem að myndast í samfélaginu. Og ég, til dæmis ef við horfum á hvernig Ólafur Ragnar nýtti málskotsrétt sinn þegar kom að Icesave málunum, við erum að tala ótrúlega tíma í sögu þjóðarinnar og vonandi erum við að horfa fram á lygnari tíma eða tíma þar sem að það mun ekki reyna á þetta, en þannig að ég myndi segja að það sé ekki nema það séu þessar afar sérstöku aðstæður, en komið þar upp þá þarf forseti að geta staðið keikur, andað hann í kviðinn og tekið óvinsalar ákvarðanir, líkt og sagan segir okkur að geti verið staðan. Þannig að þú verður ekki feimin við það ef að svo við? Aftur, ég tel að forseti eigi ekki að vera í hinum pólitíska dansi, en ég tel hins vegar að komi upp aðstæður þar sem að það er augljóst að það þurfi að huga að þessum málum, að þá þurfi forseti að geta staðið keikur og verið með þjóðsinni í því að láta skoða máli betur, en aftur vonandi eru við að horfa á að það sé undantekningatilfelli og vonandi þarf ekki að nýta slíkan rétt. Nei, já. Og ég kannski bæti við að forseti hefur líka rödd og það er þetta að koma skilaboðum að ljá málum vægi án þess að beita þessum rétti í sjálfu sér. Og það er kannski eitthvað sem að forseti getur almennt verið að gera, er að fá okkur til að hugsa samfélagið okkar og framtíðina án þess að stíga inn á þetta svið með beinum hætti. Já. Ok. Þú talar að vera sammenningartákn og það hefur mikið verið fjallað það að sé einhver svona voðaleg skautun í okkar samfélagi. Ég einhvern veginn svona, já, að einhverju leyti, en ég til bara að stjórnmál séu svolítið þau eru aðgreinandi hlutur. Það væri ekkert samtal ef við værum öll sammála eitthvað. Ástæðan fyrir því að við erum ekki að ræða hlutir sem við erum sammála er út af því við erum sammála það, og þar af leiðandi skil ég ekki alveg orðið skautun alltaf þegar kom upp einhverjar ágreiningar, út af því að pólitík er ágreiningur í það liggur í hlutarnas eðli. Talar að vera svona hafin yfir dagur þras. Hvernig sérðu fyrir að núna alltaf verið að tala þessi skautun, og verið að tala að allir séu svo rosalega ósammála, sem er náttúrulega ekki rétt, út af því að við erum náttúrulega eiginlega sammála langsamlega flest, en svona leiðinda umræða á kannski meira upp á pallborðið. Hvað finnst þér það? Finnst þér að forseti eigið að, þú talar að það ætlar að vera svona sameinandi afl til að þú komir inn í þessa umræðu, þessa almenningsumræðu, og hvernig maður alltaf verið áhugavert að fylgjast með Guðna, feta það fyrir eitthvað svona leiburlega, og því að hún tekst það ágætla. Hvernig verður þú í því? Aftur, ég held að þarna sé mikilvægt að þú varst að tala samfélagsmiðla á það, og það kannski orðið auðveldara en var áður að koma á framfæri gagnrýni í ólíku formi í gegnum samfélagsmiðla, og ég held að við alltaf að vanda okkur í samskiptum. Það er eitthvað sem að skiptir máli, að þetta komi með ólík sjónarmið inn í umræðina, en við verðum að vanda okkur í samskiptum og við verðum að hlusta á hvort annað, og mín reynsla, saman hvort að það eru úr orkumálum eða fyrri störfum erlendis, er að yfirleitt er það nú þannig að þegar maður sest niður meiri sig í flóknustu málum og fer að horfa á heildarmyndina, að þá er þetta kannski smá svona eins og að vera með appelsínu. Flestir það er yfirleitt kannski mikið læti út af einhverju máli, en það er börkurinn eða einhver ákveðin staður á börknum sem fólk er aðalega að takast á Flestir eru kannski sammála meira um stærsta hlutan. En að ég held að það séu tækifæri fyrir forseta að vera duglegur í að hjálpa okkur að vanda okkur í umræðu, hjálpa okkur að hlusta vel á hvort annað, og ég held að séu tækifæri þar, eins og ég sagði, þvert á samfélagshópa eftir því hvar fólk býr og annað, og ég held að sé mjög mikilvægt til þess að ná okkur enn betur saman,
og kannski svona við hugsum að þú varst að spyrja framtíðin áðan að ég held að sé okkar hlutverk að fá okkur til að hugsa auðlindir og það sem við eigum og hlúa að því og horfa á það þannig að við séum að skapa framtíð sem að börnin okkar og eins og ég sagði afkomdu þeirra eigi landið okkar að með sama hætti og við höfum átt að. Ef þú hugsar sko tækifærin og möguleikana, nú kem ég að venjulegum bakgrunni og hef unnið í ótal málum á meðan að kannski önnur samfélag, ef ég horfi á samfélag sem ég búið í eins og í Belgíu, Frakklandi eða Bretlandi eða Bandaríkjunum, miklu meira verið að horfa á hvort að fólk Jón eða séra Jón. Þetta sé eitt af þeim verðmætum sem við verðum líka að hlúa að og ég held að orðræða fórseti í að við skiptum öll máli og að við þurfum að vanda okkur í samskiptum og hlusta eftir ólíkum sjónarmiðum og hagsmunum til að finna lendingar í málum. Komið til með að verða eitt af því sem að muni sífellt meira reyna á. Þú hefur búið svo víða. Þú varst í Tufts, eða ekki? Ég dvaldi tíma hliðin á Tufts og var einmitt mikið að sækja fyrirlestra hjá Harvard Kennedy School of Government. Já, hvenær var þetta? 2017, 19. Já. Þannig að, já. Ótrúlegt að leiðir okkar hafa ekki legið saman. Já, það eiginlega magnað. Já, en koma í Ármúlan til að nákvæmlega. Fá þessa sögu. Það tók tíma. Nei, sko, hvaða land telur þú að við það talaði mikið hvort við höfum lítið til Evrópu eða lítið til Bandaríkjanna svona sem forseti, nú erum við mitt á milli hver telur þú með þína reynslu að þið hafa búið í þessum löndum hver telur þú ættum að líta til svona ekki endilega til fyrirmyndar heldur kannski meira í því svona við ættum að líkjast Við höfum þetta mjög sterkar taugar til Norðurlandana þegar kemur að velferðarsamfélagi og umgjörð og maður hefur séð svo skýrt þegar maður býr í Bandaríkjunum ég var í námi svo listir við Tufts og kom síðan aftur og var að vinna og við nám síðan meir. Og maður sér bara á milli þessara tveggja tímapunta sem ég bjó þar hvað í raun og veru eru mikið lífsgæði í þessu velferðarmódeli sem á Norðurlöndin hafa þróað. Og ég held að norræn samvinna muni alltaf koma til með að verða okkur ákveðlega mikilvæg. Hins vegar að þá heimurinn stór og hann fullur af tækifærum og spennandi hlutum. Og ég myndi segja að skipti máli fyrir okkur að líta til þeirra staða þar sem að hlutirnir ganga hvað best þegar við erum að reyna að læra af öðrum. Og góðu fréttirnar eru að það í raun og veru allstaðar þar sem hægt að læra eitthvað. Bandaríkin til dæmis hafa ná ótrúlegum árangri þegar kemur að nýsköpun og tækni og samvinna þar hefur heldur betur verið lyftistöng fyrir nýsköpunar umhverfið okkar og ég held á tímum gervigreindar og vaxandi tækniþróunar að þá muni sókn í skapandi greinum og sköpun heilt yfir skipta ótrúlega miklu máli og þar margt að gerast til dæmis í Bandaríkjunum sem við getum parað okkur saman við. Ég veit líka eftir að hafa unnið á Harvard að það eru mikil þekking sem að safnast í þessum ólíku stofnunum og við getum verið að nýta þá þekkingu til þess að efla okkar fólk þannig að við búum þannig hnútana að við séum með færa sérfræðinga á ólíkum sviðum og góð tengslanett til að þjóna samfélagin okkar. Svo bara til að taka dæmi spennandi hluti eins og í Frakklandi, þar hefur ferðaþjónusta og matarmenning þróun þar lifst á einhvern allt annan stað en við höfum kannski náð ennþá hér í dag þráttur að vera með þessar hreinu afurðir. Nei, ég held að það sé spennandi að horfa á samvinnu eða samstarf hvað það varðar í því samhengi og svo mætti lengi telja. Þannig að ekki hluti af framtíðinni einmitt fólkin í því að vinna með þeim bestu, þannig verðum við betri og leggja sömuleiðis okkar þekkingu á móti. Ég nefndi jarðhitan hérna áðan, en ég hef líka séð það því að
ég hef verið að byggja upp verkefni sem heitir Stelpur styðja stelpur, þar sem er verið að hjálpa til við að valdefla eða styðja við ungar konur. Ég hef líka upplifað í því samstarfi að reynsla okkar Íslendinga af því að breyta samfélagin okkar, þar sem jafnrétti með þeim hætti sem það í dag, hún mikill innblástur og mjög gagnleg fyrir aðrar þjóðir. Þannig að það dæmi svið þar sem við getum verið að gefa og síðan fengið aðra þekkingu á móti. Þannig að ég horfi á það þannig. Við þurfum að vera stöðugt í því að gefa, en við þurfum að vera að sækja þekkingu frá ólíkum heimshlutum sem að geta hjálpað okkur að styrkja samfélagið. Og ég verð að nýta við það að því við vorum að tala orkumálin áðan. En nú verið að rækta japönsk jarðaber í álverinu í Helguvík. Þannig að það svo margt og svo mörg tækifæri sem að þarf að horfa á. Já, það margt hægt að gera. Já. Hérna, fyrst þú, sko, þetta endar út af því ég myndi það bara núna þegar þú varst að segja að þú hafi verið að vinna við Harvard. Já. Og hafi verið að vinna við kennslu þar. Já. Hefur eitthvað verið að fylgjast með Claudine Gay málinu og því hvað hefur verið að gerast í samvæntið? Það hefur verið rosalega gjá, sérstaklega eftir 7. október, eftir að Hamas réðist inn í Ísrael og Ísrael inn í Gaza, að þá hefur Claudine Gay, hún var rekin fyrir það að, svo ég myndi hún örgulega rétt, að hún sagði að depends on the context, þegar hún var spurð hvort að það að myrðar gyðinga væri hatursorðræða. Síðan hún núna ráðin aftur til þess að kenna akademísk vinnubrögð sem hefur farið fyrir svona brjóstöðum. Þetta myndar rosalega gjá meðal starfsmanna Harvard. Steven Pinker mjög pirraður yfir því hvernig þetta fór allt eftir hún var ráðin aftur inn, og svo svona ákveðnir aðilar sem að kenna svona humanities, eins og þeir kallað, hafa verið svona, hvað ég var að segja, vinstra megin í þeirra umræðu. Hefur eitthvað verið að fylgjast með þessu? Hefur þú eitthvað orðið vitni af þessu? Ertu með eitthvað inside info? Bara ef þú horfir á háskólasamfélagi heilt yfir í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvort þú fylgdist með hvað að gerast núna. Columbia, Yale. Það eru krefjandi tímar í samskiptum og auðvitað átökin sem að eiga sér stað núna, eða svo hræðilega staða sem á sér stað núna, að skapa þessa sem að orðið skautun nær ekki yfir það. Þessa flóknu stöðu sem að hefur verið erfitt að leysa úr og því miður hefur verið flókið að leysa úr í sjálfu sér meiri segja í akademískum stofnunum í Bandaríkjunum og allan heim. Og ég ætla kannski að segja, því við erum að tala um hlutverk Íslands líka heilt yfir, að Ísland getur og á að vera talsmaður inn í ólík samskipti, sama hvort að það á leveli akademíu eða alþjóðasamskiptja, að þá það að tala fyrir friði og tala fyrir samvinnu, eitthvað sem að mun koma til með að reyna miklu meira á, og það birtist í þessum áskorunum sem að meiri segja akademískar stofnanir eru að takast á við. Það sem ég kenni við Harvard ég kenni námskeið sem að snýra breyti þáttum á norðurslóðum. Þar sjáum við í raun og veru, það ótengt þessum málum, en þar sjáum við bara svona í samhengi við hagsmuni að þar hefur auðvitað orðið töluvert mikil breyting á landslægi eftir að deilur milli eða innrás Rússa í Úkraínu átt sér stað. Í samhengi við hagsmuni Íslands það auðvitað mjög mikilvægt, því að Ísland eitt af norðurskautsríkjunum og Rússland og þú horfir á landakort frá og á toppin á heiminum, að þá sérðu einhvern veginn staðsetningu Íslands með nýjum hætti og hversu stór hluti Rússland í raun og veru af okkar nærumhverfi og hagsmunaumhverfi. Þannig að maður hefur séð í því samhengi, að þú ert að tala um breytingar í akademískum þáttum, maður hefur séð hvað bara áhyggjur nemenda og samvinnu núna, það hefur verið áskoranir í samvinnu á milli fræðimanna
líka á milli ólíkra ríkja og að þú horfir á söguna, að þú horfir á ferð aftur á kaldastríðstímana að þá náðist þó á þeim tíma að halda uppi öflugu fræðasamvinnu á milli meðal annars Rússlands og Bandaríkjanna og það nú sko í Múrmansk 87 sem að Gorbachev segir þessi frægu orð let the North Pole be the pole of peace, let the North Pole be the ég held að það hafi verið zone of peace eða allan að kallar eftir því að þrátt fyrir átök og deilur að þá eigi norður hluti heimsins að halda í þessi friðargildi og það hefur auðvitað reynt á það núna í samvinnu Norðurskautsráðsins en ég held að Ísland og forseti Íslands eigi að vera sterk rödd friðar. Við eigum að horfa á Ísland þannig að við getum verið sáttasemjarar. Við höfum tekið þátt í því að vera hluti af laust deilumála eins og með fundinum á milli Reagan og Gorbachev og við eigum að gera þetta af heilum hug, líka veitandi það að það einmitt með virðingu fyrir alþjóðalögum sem að okkar tilvist byggir á. Það það að ólíkir leikendur virði fullveldi ríkja og ég held að sé þess vegna mikilvægt að nýta embættið sömuleiðis til að tala fyrir þessum mikilvægu gildum. Nú mikið talað sko að realismi sé búin að ná svona meiri ítökum núna í dag heldur en hann hafði kannski fyrir örfáum árum og að tala mikið hagsmunabaráttu og mikið talað svona Mírsæmir hefur náttúrulega talað það að hinn sterki sé alltaf að fara að ýta hinnum veika. Hvernig sérðu fyrir þér að viðhalda, sko ég skil alveg að við erum að fara að horfa sem eitthvað svona sáttasemjara hlutverk en hvernig komum við til með að verja hagsmuni Íslands í þessum efnum? Já, ég held að við munum þurfa að vera sífellt kannski meira vakandi í heimi það sem að átök eru algengari, að vera sífellt meira vakandi yfir því að tryggja okkar hagsmuni og ég held að við tryggjum okkar hagsmuni í gegnum samstarf og samvinnu því að það eru þau tengsl sem að geta skipt sköpum fyrir okkur, sama hvort að það snýra aðgengi á mörkuðum fyrir okkar afurðir sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægt til dæmis fyrir sjávarútveg. Það skiptir máli fyrir sóknarfæri okkar fyrirtækja í nýsköpun, skiptir líka máli fyrir möguleika okkar geira eins og hugbúnaði fyrirtækja og skapandi geira varandi vöxt og annað. Við sáum nú hvað gerðist í þeim efnum þegar núna í kjölfar átakana í Evrópu. Þannig að ég held að þetta kalli á það að við séum með vökul augu yfir hvað að gerast í heiminum hverju sinni. Við séum að passa upp á það, við séum með sterk tengsl og að við séum að nýta alþjóðastofnanir til þess að tala fyrir gildum sem að við höfum í alþjóðasamvinnu og leggja okkar lóð á vogarskálarnar þar að leiðandi með kannski eins fjölbreyttum hætti og hægt er. Aftur, Ísland fullvalda ríki sem að byggir tilvist sína á því að ólík ríki virði alþjóðalög, þannig að það mun skipta máli fyrir okkur að tala skýrt fyrir þessum hagsmunum og vera líka vakandi þegar við erum að innleiða löggjöf og annað í alþjóðasamskiptum, að það sé í samhengi við okkar hagsmuni. Og þetta til dæmis eru mál sem hafa komið upp í orkumálunum. Það skiptir máli fyrir okkur að vera alltaf við innleiðingu á löggjöf, að horfa á hvað svigrúm og fullnýta svigrúm til þess að við séum að vinna málin í takt við okkar hagsmuni. Þannig að þetta langt svar en þetta bara svona vinna gerist á svo fjölbreytta vegu. En út frá embætti forsetans að þá hefur embættið þetta gríðarlega mikið aðgengi og sterka rödd og ekki síst í samhengi við alþjóðamál. Og forsetnaembættið getur þar leiðandi stutt við utanríkisstefnu Íslands, það getur tala fyrir friði og það getur unnið okkar hagsmunum í samhengi við atvinnulíf og listir, kannski á ólíka vegu en önnur embætti
sem Ísland eiga og það eitt af því sem svo þýðingamikið við embætti forseta Íslands í alþjóðasamhengi. Þess vegna það verðmætt fyrir landið í tengslum við það. Verðmætt fyrir landið. Já. Halla Hrund Logadóttir, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst og gangi þið vel. Takk fyrir að fá mig. Já, bara ekkert mál. Takk.